Nú erum við náttúrulega ekki smásölufyrirtæki en við erum framleiðandi og innflytjandi af vörum og gildi markaðsstarfsins náttúrulega ótvíræður með markaðsstarfinu sem við mörkum ímynd á okkar vörum og komum þeim á framfæri. Stundum það bara aðalmálið að koma þeim á framfæri og kenna viðskiptavinunum hvað við höfum fram að færa. Við horfum á þetta út frá neytandanum að auka vöruval, auka þjónustugæði og í rauninni einbeitum okkur að því að keppa við þá sem eru stærstir á Íslandi í vefverslun sem eru Amazon og AliExpress sem eru þarna á undan okkur og það eru þeir aðilar sem við horfum á og erum að keppa við og það gerum við bara með meira vöruval, hagstætt verð og frábær þjónusta. Tæknin að hafa mikil áhrif, bæði svona í innviðum verslananna og ekki síður svona þegar við erum að nálgast kúnnan. Netverslunin auðvitað það sem að vaxa hraðast, þó þetta sé ekki verið stórt hér á landi, þá þetta að vaxa hratt og kemur til með að verða stærri þáttur. Síðan má segja, neyslubreyting svona í átt að heilsu. Það meiri meðvitund viðskiptavinina, hvað láta ofan í sig. Það meiri meðvitund hvaðan varan kemur og jafnvel þekking á því líka hvernig á að nota hana. Fleiri og fleiri eyða meir og meir í tíma að brása á netinu á meðan þeir horfa á sjónvarp. Ég sé þetta bara með konuna mína að við erum að vera að horfa á eitthvað og svo einhver leikari og það strax búið að tjekka á því í hvaða annarri myndan lék eða hvað hann gerir þarna og þarna. Og við sjáum þetta náttúrulega á vefverslun hjá okkur, við fylgjumst mjög með trafíkinni að leið og sjónvarpsauglýsingin hérna á RÚV fyrir loftið að það sem gerist næst að við sjáum spike í trafíkinni vegna þess að fólk bara tjekkar á þessu live. Og það er klárt mál að þetta mun aukast og aukast. Snjallsíma kynslóðin mun taka þetta upp í nýjar hæðir.